Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Þetta mál sem ég fjallum núna svolítið á persónulegu nótum. Þetta byggir á persónulegri reynslu minni og ég hef nú minnst á það hérna í öðrum vídeóm að það leynist í mér pínulítill uppfinningar-pési, svona smá uppfinningagur. Og þið heyri líka að ég hef nokkuð oft verið mjög krítiskur á háskólasamfélagið. Ég hef oft kallað háskólasamfélagið svona glæpó. Það svona skipuleg glæpastarfsemi, svona sértrúarsöfnuður. Og eitt einkenni sértrúarsöfnuða, þeir sem hafa rannsakað það svona kulthópa. Það þessi umræða, það við og þau og háskólafólk lítur á, það háskólafólkið og allir hinir. Og hvernig tengist þetta uppfinningum? Jú, mér setti nú hálf hljóðan þegar ég sá frétt hérna. Ég sá frétt í fjölmiðlunum yfir hugmynd sem ég hafði kynnt fyrir Landsvirkjun svona 2008-2009, ég mun ekki alveg með dagsetninguna upp á dag, en svona cirka 2008-2009 þá kynnti ég fyrir þeim hugmyndir hvernig hægt að það væri arðbært í dag að nota vindmyllur til þess að dæla í áðurbyggð lón. Og ég fór á fund með þeim í kringum 2008-2009, ég nú með allar fundagerðir og allt slíkt, en ég ætla nú kannski ekki alveg að fara í þetta mál strax. Það var fyrir svona 20 árum síðan cirka, mjög langt síðan. Þá var ég að selja háskólanum, Háskóla Íslands, þeir voru að kaupa tölvubúnað af mér og allt í góðu með það og takk fyrir það voru allt í lagi viðskipti. En svo og ég kynntist aðeins fjármálastjóranum í háskólanum, var eitthvað að sækja greiðslur og hvort hann var eitthvað involverið í þetta, en allavega þá tókum við spjall og hann sagði mér, já Axel, þú ert svona tölvustrákur, tölvukall. Við erum með tölvur út allan skólan og við erum í smá vandræðum með reikningana hjá okkur. Það ég þarf að senda þetta út allan háskóla til þess að fá þá samþykkta og þetta heilmikil vinna fyrir mig og erfitt að fá tilbaka upp á kvitta og þetta var allt voðavissin. Og ég segi við hann, já heyrðu, af hverju kaupir ekki bara skanna og skannar þetta inn og sendir þetta í tölvupósti til prófessorana eða þeirra sem eiga samþykkja þessa reikninga. Og svo senda þeir bara tölvupóst tilbaka og segja já eða nei, eða gera athugasemdir eitthvað slíkt. Hann bara já, þarna fatt hann strax hvað þetta frábær hugmynd sem ég var að segja honum. Og ég hafði reyndar, vildi þannig til, ég hafði þess hugsað þetta áður en við hittumst. Ég var að vasast í alls konar, hafði áhuga á forritun og hafði reyndar forrita frá því, en annars frá því að Basic 1 kom út. Ég fór reyndar ekki í vélamáli, en alveg eftir að forrita þróun kom úr vélamáli þá var ég affekt í því. Og svo hittust við aftur næst þegar ég átti leið hjá honum og þá vildi hann fór með mig fram á gang eða svona í spjall aðstöðu fram á gangi. Bara já, heyrðu Axel, hvernig var þessi, þú myndist eitthvað á að skanna reikninga, hvernig væri það gert? Hvernig sérðu það fyrir þér? Og ég lýsti bara fyrir honum algjörlega í smá atriðum hvernig ég myndi gera þetta.
Hann bara, já, frábært. Heyrðu, 3 eða 6 mánuðum seinna, þá kemur svona kerfi út frá einu hugbúnaðarhúsi í Reykjavík. Nákvæmlega eins og ég sagði. Og það var náttúrulega hugbúnaðarkerfi sem háskólinn notaði. Og fyrir mér þetta þjófnaður. Þetta heitir að stela. Og sama var þeir sem að sá nú myndbandið mitt höfundarétt, að það er til myndband, ég ekki með afritaði það til myndband með Metallica þegar þeir gerðu The Black Album, og þá segir Lars, trommuleikari, segir að það var vinur eitthvað kunningi minn, hann var að spá í að vera með svona eitthvað tónlistatímarit og hann sýndi mig lista fullt af nafnum og ég sá strax nafnið Metallica og ég bara fattaði strax, vá, þetta frábært nafnið á honum, sko. Svo sagði ég honum að, heyrðu, notaði þetta nafn, og það var eitthvað allt annað nafn en Metallica. Og hann var með þess að reykja sér að því að hann væri þjófur. Þetta hugverka þjófnaður. Þetta hugverka stuldur. Sko, hugverk, þetta eins og, ef við tökum dæmið kannski tónlist, segjum þessi tónlistamaður, nú hafa tónlistamenn mætt mikið í fjölmiðla og kvartað undan því allir sé að stela þeim, þetta alveg úvoða vissin. Og og þá segi ég, fundið þið eitthvað upp þessi lög? Akkur átt þú G-hljóminn, eða C-hljóminn, hver á C-hljóminn til dæmis? Og sumir af þessum tónlistamönnum hafa gefið út eitthvað svona raggi tónlist kannski. Þá segi ég, fannst þú upp raggið? Eða hvað? Svo komaði kannski með svona funk-plötu næst. Það gengur í næstu jólaverti, þá gengur funkið betur. Og þá spyr ég, fannst þú upp funkið? Þú átt ekki þessa tónlist. Þú fannst ekki funkið, þú fannst ekki upp G-hljóminn eða C-hljóminn eða D-hljóminn. Og þú fannst ekki upp röddina. Þannig að þú átt ekki þetta lag, vinur minn. Og sama má segja með bókahöfund. Og það nú svona svolítið lýsandi fyrir þessa ferð mína til Landsvirkjunar þegar ég var að kynna þessa hugmynd fyrir þeim. Segjum ég væri rithöfundur, sem ég dreymir endar einhvern veginn að vera auglýst eftir rithöfund til að kenna mér að skrifa bækur. Og og ég skrifa bók, búin að hamra bók, og þetta alveg svona orginal hugmynd. Þetta svona ofsalega flott plott og hámarkið eða klæmaksinn alveg á réttum tíma og þessi bók gengur rosalega vel upp. Svo fer ég með hana til, og þetta kannski svona, segjum bara bók í sci-fi klassa, þetta svona vísindaskálsa. Svo fer ég til útgefanda, hann svona, þetta bók, já, og duglegur strákur. En ég hef ekki ákveðið að gefa þetta út, sko. Eða svona, ég ætla að skoða þetta. Ég ringi í þig þegar ég er búin að skoða þetta. Svo líður og býður og þú heyrir ekkert og ekkert gerist og svo fréttur allt í hana metsölubók. Og þarna þú gerir þér far og það í vísindaskálsaga sem þú hefur áhuga á. Og þú kíkir á lest bókina og það bara heyrðu, þetta bóki mín. Þetta bara, það aðeins búið að breyta öllitið, en þetta bara hugmyndi mín. Og þú fer til útgefan og segir, hvað varst að gera? Þetta gengur ekki, þú ert að stela sögunni minni. Og hann bara, já, þú að segja að þú hafi fundið upp vísindaskáldsögur? Það þú sem fannst upp vísindaskáldsögur? Það þú sem fannst upp persónur og leikendur kannski líka? Og þetta fá svona uppfinningapésar eins og ég stundu framan í sig. Nú ég að vinna þetta mál per se sem ég að fjalla núna. Þá segir hann, fannst þú upp vindinn eða fannst þú upp dæluna eða vatnið eða loftið eða hvað fannst þú upp, vinnur? Og það sem ég fann upp í akkurat þessu tiltekna máli sem ég ætla að fjalla í dag, þá fann ég upp að það væri mjög arðbært í dag að nýta þau vatnsból sem eru fyrir og dæla vatni í þau
til þess að auka nýtingu á þeirri fjárfestingu sem fyrir. Það skáldsaga mín, það hugmyndi mín. Og það var til skýrsla í Landsvirkjun á þessum tímatlum sem að niðurstaðan var að vindorka var ekki arðbær. Það var ekki arðbært að framleiða vindorku og sérstaklega á Íslandi. Þar sem að orkuskilyrði eru mjög sérstöku á Íslandi, orkuverð og fleira slíkt. Þannig að lausnir mínar á þessum tímapunkti voru mjög miðar við íslenska markað. Og ég fór á fund með Landsvirkjun og kynnti þetta fyrir þeim. Þeir, jú, þetta hljómar áhugavert hjá þér og svo fór ég náttúrulega til Iðntæknistofnunar, bað aðstoð við að þróa þetta og fór út allan bæ og endaði hjá ágætum pilt, nema hann bara náttúrulega í þessari mafíu. Endaði hjá þeim í Keili og gerði þróunar rannsóknarsamning vinddælingu. Þetta sjáum við í maí 2009. Og þessi ferill með viðræðum við Landsvirkjun var nú cirka 1 ár, þannig ég var í sambandi við þá cirka 2008. Og hérna reyndar skekkja, ég setti alltaf copyright merki. Þetta registrað trademark, en þetta ritvilla hjá þeim og var kóperuð út allan bæ. Ég setti alltaf copyright merki hérna. Af því að uppfinningamenn eins og ég eru mjög veikir, það engin aðstoð við okkur og háskólasamfélagið og ég meina þeir geta tekið þessa hugmynd og tróðin upp í kornunum. Ég á svo margar hugmyndir að skipta með einhver máli. En eða þannig, skilur, ég náttúrulega svolítið sár núna á allt í lagi með það. Og já, ég lagði náttúrulega 2 ára vinnu í þetta. Þetta var gríðarlega mikið vinna fyrir mig. Og almennt að ég reyna þess að nú ætla ég vill ég ekkert endilega vera, það er mjög mikið að svaka mikið á góðu háskólafólki og í kvöldsöfnum eins og þeir sem voru í Johnstown fullt af opbúslega góðu fólki. Þannig ég ekki að fílast út í fólkið, ekki fara að byrja að taka svoleiðis rugla á þetta. Og ég er að tjá þetta núna til þess að reyna að leysa þetta. Þess að reyna, að því ég með alveg fullaðan hausa hugmyndum og þetta, það greinilegt að það einhver glóra í þessum hugmyndum sem ég að móða saman í hausnum hjá mér. Þessi hugmynd hefur orðið virkilega stór. Og nei, ég ekki að segja að ég hafi fundið upp vindinn. En það háskólinn, ég fer núna aðeins svona í fræðilega pælingar í kringum þetta. Háskólinn hefur ákveðið vandamál sem að þær eru allir leftbreinarar. Þeir eru allir vinstramegin í hausnum. Og það ákveðið vandamál hjá þeim. Þeir fá ekki ákveðnar orginal hugmyndir. Og ég hins vegar, ég hef ákveðna gjöf sem einstaklingur að ég funkar að báðum megin. Ég mjög skapandi, ég afrískur könnuður, ég má vist ekki nota annan nafn núna og og ég hönnuður og hef unnið við það 30 ár eða eitthvað og alltaf verið mjög kreatífur og ég mjög lógiskur líka. Ég á mjög auðvelt með til að læra starffræði og þannig ég funkar að vel báðum megin og ég hef reyndar lengi verið með hugmyndir það sjálfur að bjóða mig fram eða það starf sem ég langar svolítið að vinna við sem heitir skapandi verkfræði. Þegar vandamál verkfræðinar að hún ekki skapandi. Verkfræðingar eru reiknistokkar, eru svona eins og þeir eru svona töflureiknar eins og í fjármálaverkfræðinu líka reyndar. Og við sjáum hvað það hefur farið með okkur. En þetta ákveðið vandamál og þið getið ímyndað okkur hvort að ég treysti einhverjum að vera að tala við þetta fólk mínar hugmyndir. Og ég reyndar eftir þetta með hugbúnaðar, ég lenti í þessu með fleiri hugmyndir en með hugbúnaðar hugmyndina mína
þá sárnaði mig mjög mikið og ég ákvað að koma ekki nálagt svona hugmyndarugli aftur, en síðan datt ég nú í þetta aftur að fara að fá hugmyndir og fekk þessa hugmynd ég skrifaði þessa sögu, þessa litlu skáldsögu og þetta var töluvert mikið gerði ég, sjáðu þið ég var með fyrirtæki þessum tíma þetta sem ég seldi þegar ég flutt úr landi og þið sjá ég sitt alltaf copyright eða höfundarétt af því að sem ég segi það mjög veik réttarstaða uppfinningamanna mjög veik og þú ert að glíma við þjófótta háskólamenn á meðan þú ert að reyna til þess að tryggja þær einkaleyfi og fleira slíkt og mín kenning það eins og með hugsum okkur bara útgefanda hann businessmaður, hann vinstra megin hann óbúslega lógiskur og hann búinn að kaupa prentvél og hann með allar viðskipta áallanir og allt á hreinu en það kemur engin rithöfundur til hans af því að það fresta hann svo þjófatur hann á til að stela sögunum frá þeim sem að koma með hugmyndir þannig að ég að gera þetta vídeó til þess að reyna að fá breytingar á þessu og og að það heilt háskóla samfélag fullt af frábæru fólki og allt frábært en það vill enginn tala við á sem að það vill enginn uppfinningamaður tala við þessa prentara og þetta var töluvert stór frétt á sínum tíma þetta var takið eftir 23. maí 2009 það birtist á Ásbrú og þessi samningur það heyrðist aldrei neitt frá land eða svo var lítið frá Landsvirkjun kom engin áhugi þar þeir voru, ég vantaði svo vindgöngi það var okkur tilraunir sem ég vildi gera það var, Keilir var aldrei tilbúið með það þannig að virtust allir standa saman einhvern veginn að ég myndi ekkert komast neitt áfram sjáum við fleiri fréttir og ég kallaði þetta vinddælingu eða vinddæling og og skáldsaga mín var sem sagt svo að þetta væri alveg þrælsniðugt og alveg frábælega góðu business sjáðu þetta var líki vísi og það var eiginlega mín uppfinning og svo ég reynda með töluvert að hugmyndum hvernig á að framkvæma dælingun og fyrir slíkt ég hef ekki látið nokkurn mann vita því reyndar og nú, síðan tökum eitt enn á þessu til að sýna ykkur eitt enn að þetta gekk það langt sjáðu að Landsvirkjun sendi mér þetta skjal athugun á hagkvæmni þess að nota vindmyllu til dælingar og þá vorum við að fókusera á Sigöldu af því að þeir töldu að lónið frá Sigöldu rennur síðan í gegnum einhverja 4-5 virkjanir þannig að þetta var talið mjög spennandi fyrsta könnun og þeir sendu mér Úlfar Linnet og við erum einmitt með sjáum við hérna er hann vinur okkar sjáum við Ég heiti Úlfar Linnet og rafmagns- og tölvuverkfræðingur, deildarstjóri á rannsóknardeild Landsvirkjunar sem ákveðlega skemmtileg deild sem fæst við ýmiss konar mælingar, vatnamælingar, jöklamælingar, landmælingar og aðgerðarannsóknir sem mitt fag sem kannski sérstakt fyrir þá sem þekktu mig árið 2000 þegar ég byrjaði í háskólanum því að ég kom þá hingað galvaskur til þess að læra að búa til hljómborð en svona kannski í gegnum námi. Já, óskup skemmtilegu strákur og allt það hann sem skrifaður fyrir þessu svari frá Landsvirkjun sem kom reyndar eftir dúk og disk
og þeir svona voru allir voðalega, þetta getur nú gengið sko, en ég veit það ekki sko, þið sjáu hérna meira sér í þessu svari frá þeim, samkvæmt þessum forsendum gæti þetta skila sko, sé hort á verðmæti vass, mjög breytilegt sko, þetta var svona, ég veit það ekki sko, þessast og hérna svo var eitt þar sem var eiginlega lykil munur á mínu mati og þeirra mati, það þetta hérna, sé aflaust, má færa rök fyrir að vindmylla myndi geta, það var ekki þetta sem ég ætlaði að lesa, fyrir ekki, ég svona bara, hérna er það, tilkoma vindmyllunar myndu einungis bæta orkunakerfið en engu afli. Og og þetta var óða mikið málið, það var svona, þetta er eiginlega ekkert sniðugt sko. Forsenda þetta hægt sé að bæta orkun og þeir voru svolítið svona bara að gera lítið úr þessu hjá mér, þeir voru að gera svolítið lítið úr hugmyndum mínum. Og mást til að með það, þeir með alveg gera það og það þurfa ekki allir að vera sammála mér. Og síðan fyrirgeðu, ég var að gera stóru mistök, sjáðu, ég er að tala um þetta skjal sjáðu þetta skjal sem ég var að tala um þegar ég var í mynd fyrirgeðu smá tæknileg mistök, en sjáðu, stendur þetta, hérna er skjalið, sjáðu, Úlfar Linnet 18. maí 2009 sem ég segi þetta dróst mikið að fá þetta skjal, og hérna er að tala um eitthvað, þetta er eitthvað svona bara, þetta er hugmynd og vindurinn hefur alltaf verið þarna og liggur eitthvað á þessu og segir þeir einungis bæta orku en engu afli, þannig að þetta var svona þetta er kannski ekki alveg sniðugt sko. Allt í lagi, það er niðurstaða, ég heyri aldrei neitt í þeim, Keilir dró lappirna með allt sem að þeir höfðu samið við mig. Aðrir háskólar sýndu þessu engan áhuga. Landsvirkjun hafði aldrei samband við mig að fyrrabræði, aldrei nokkuð tímann. Iðntæknistofnun, Axel minn, varst þú að finna upp vindinn, kallið minn. Og það var allt svona voða neikvætt. Allir voru voða kurteisir, allir það var ofsalega gott að tala við allt þetta fólk. En kerfislega var verið að fara illa með mér svolítið. Síðan ef við skoðum frétt RÚV, kíkjum á frétt RÚV, þá eru þeir búin að gera samning við verkfræðistofuna Efla sem vinnur með Landsvirkjun, mitt. Og þetta er eitthvað sem að Norðmenn hafa fundið upp, sjáðu. Ég reyndar hafði samband við Norðmenn, ég var í samskiptum við Noreg. Þetta svona hvenær það var 2009 eða hvað var, ég manna ekki, ég var allavega búin að vera í sambandi við Noregi, en núna kemur stóra tengingin og það er þessi verkfræðistofan Efla staðsetningar, hvar eru þeir að vinna, þeir eru á Íslandi og í Noregi, einmitt sko, algjör tilviljun alltaf. Og skal ég segja ykkur, og síðan sé ég að í Noregi er þetta að verða svakalega, þetta er að verða svakalega vinsælt sko, og byrju, ég ætla að reyna í smá vandræðum, þetta er svo flókin útsending hjá mér. En ég þarf nefnilega að skipta glæru sjáðu Nú síðan þegar ég fer að fletta, fyrir ekki, þetta er ekki ennþá komið, en byrjum bara á vefnum, byrjum á vefnum. Sjáu þið að í Noregi byrjaði allt í einu rosa bylting í Noregi, að þeir eru fannir að
þetta hydropower og hérna er þessi hugmynd bara alveg ljósir þetta minni hugmynd. Sjáðu þið hérna. Þetta er bara nákvæmlega það sem ég var að segja við Landsvirkjun. Það kemur hérna bara fram. Þetta er næst í sama vídeó og ég gerði þetta á sínum tíma. Og hérna það er svolítið lengi inn í aðalatriði. Það er að flýta þess aðeins hérna. Já, sjáu hérna. Það er að tala ballana mína. Og hérna uppfinningi mín sem sagt. Uppfinningi mín var að nota þessi vatnsból sem batteri. Þeir tala það hérna líka. Og hérna þetta er ástæðan fyrir því að ég sjáðu hérna dælisystem nákvæmlega svo ég hafi teiknað og hérna rosalega góð meðmæli fyrir mig reyndar að ég er alveg spot on í svona pælingum er ég greinilega óbúslega klár eða þannig veitir hvað ég meina og hérna og þegar ég fer að skoða dagsetningarnar á þessu þá er þetta allt svona upp úr 2009 þegar ég hérna ég er að reyna að opna skýrslu sem ég get ekki opnað, ég ætla bara að lesa Balancing Wind with Large Scale Hydro Hákon England Starcraft Energy og þið vitið það kom upp hérna í þessu NASA njósnunum veist það, ég get ekki sýnt ykkur þetta graf, þetta er svo flott en hérna það kom í njósnunum í Bandaríkjunum þetta Snowden lekin þar kom í ljós að var stór hluta starfseminni var að hlera svona uppfinningamenn eins og mig og tölvuna okkar náttúrulega þess vegna þori ég til ekki að sita neitt að svona uppfinningahugmyndum hjá mér í tölvu og ég meiri sig að hef gengið svo langt að ég sita ekki niður á blað ég kemur það bara hérna og ég á svona cirka 20, 30, 40 eða svona ég á kannski svona kannski 5 til 10 hugmyndir í þessari stærðagráðu og reyndar aðeins stærri og hérna og þar eru bara í heila búinu á mér þetta er nú kannski ekki að segja fólki frá því hvað er í fel hugmyndunar það verður svolítið vont fyrir mig þegar menn fara að stela því en hérna hér hef ég orðið fyrir þjófnaði það búið að stela mér hérna og ég var í sambandi við inntæknistofnun í Noregi og ég var í samskiptum við hérna aðila í hvað heitir aftur þarna í ég skal finna Úkurey eða það er það sem að stóra vindmyllan er í það sem að stóra vindmyllan er í Noregi já það er hérna Útsýra næringspark já ég var í samskiptum við hann og ég sendi honum svolítið tölvupóst og ég neyddist til þess að sita ákveðnar hugmyndir á blað og senda honum til þess að hann væri tilbúin að halda áfram með málið og ég sendi honum tölvupóstinn einmitt var þarna cirka í kringum 2009 þannig að hugsanlega hef ég orðið fyrir mér í sjá þjófnaði frá Noregi og ég væntanlega sitt bara uppi með sárt ennið við vitum hvar allir lögfræðingar taka menntun sína þeir taka menntun sína frá með þessum þjófum þeir eru saman og hérna og það er erfitt að þetta er erfið mál en það sko það er svo slæmt
að liðið með prentvélarnar og allt apparatið tilbúið skuli ekki heppnast samskipti sín við skaldsagnahöfunduna. Það sé ég eiginlega sem staðist af vandamálið. Haldið þegar ég fari, hvað haldið ég fari að gera með næstu hugmynd? Einar þessar 10-15, ég er með svona 30 ágætar, eða 20-30 ágætar og 10 á þessari stærðargráðu. Ég hef það bara í hausnum á mér. Það fara ekki neitt. Og og ég auglýsi hér með eftir náttúrulega lögfræðingi eða einhverjum stjórnmálamanni eða einhverjum sem er tilbúin að hjálpa mér með þetta. Ég ætla nú aðeins kannski að vera pirraður yfir þessu að ég búið að ræna þessu barni af mér og endilega hafið samband við mig á tölvupóstinn undir. Takk fyrir, bless.